Nú ætlum við að halda áfram með annan kaflan úr bókinni Mannslíkaminn, en þessi kafli fjallar meltingu og öndun. Kolvetni eða sykrur eru orkuríkar sameindir, helsti orkugjafi líkamans, en líkaminn notar þær líka til þess að geyma orku. Ef að líkaminn fær of mikla orku með fæðunni, þá geymir hann hluta af henni í formi glýkógen sem dæmi svona flókin kolvetni í lifrinu og í vöðvunum. Og ef að líkaminn þarf á þessari orku að halda, ef við förum snögglega að hreyfa okkur eitthvað og erum ekki að borða, þá sækir hann þessu orku. En ef við gerum þetta oft, erum oft að hlaupa eða gera eitthvað á þess að borða, þá étur líkaminn upp lifrin í sér og vöðvana, sem ekkert endilega mjög gott. Fita ennþá orkuríkari heldur en kolvetni, en líkaminn notar fitu til þess að geyma orku. Og fitan virkar líka sem einangrun, enda fitan oft geymd undir húðinni, en það mjög einstaklingsbundið hvar á líkamanum fitan safnast helst saman, og svolítið bundið eftir kynjum líka. Það eru til nokkrar gerðir af fitu, mettuð fita sem við fáum á feitu kjöti og fiski, líka úr smjöri og rjóma og öðrum mjólkurvörum, svo fjölómettuð fita sem eru úr ýmsum matarolíum og kemur líka á ákveðnum fiski, og svo einómettuð fita sem við fáum úr ólífuolíu og repjuolíu. Menn töluðu nú lengi að það helst ekki að borða neina svona dýrafitu, en menn eru svolítið að bakka í land með það, en við þurfum ekki að borða mikið af henni. En okkur alveg óhætt að borða svolítið af sérstaklega einómettari fitu og svolítið af fjölómettari. Prótín svo aðal byggingarefni líkamanns. Þegar við borðum eitthvað sem gefur okkur prótín eins og kjöt, þá brýtur líkaminn það niður í amínósýrur, sem eru einingarnar sem prótínum var búið til úr, flytur amínósýrurnar líkamann og notar þær til þess að raða saman í ný prótín, þar sem það þarf að byggja upp prótín í líkamann til þess að byggja líkamann upp. Við þurfum líka alls konar vítamín og steinefni, en ekkert mjög mikið af hverju. En sum þeirra megum við borða svolítið af því, eins og B og C-vítamín. Ef við borðum mikið af því, þá bara farað út með pissinu, þá pissum við bara restin af því. En A og D-vítamín til dæmis fara ekki svo glatt út úr líkamannum, þannig að það ekki hollt að borða of mikið af þeim, þá getur maður orðið fyrir eitrun. Þess vegna má maður ekki éta bara endalaust af einhverjum vítamínum, fyrir utan að það tiltölulega gagnslaust. Svo eru til svokölluð snefilefni eins og járn, sink, jóð, selen, króm og mangan, en þetta heita snefilefni af því við þurfum svo lítið af þeim. Tennurnar byrja meltinguna, það klippa niður matinn eins og við ræddum síðast, en við þurfum að hirða tennurnar okkar, því að ef við leyfum bakteríum að liggja bara hérna í friði og gæða sér á því sem við erum að borða, þá fara þær að búa til sýru, sérstaklega þær fá mikinn sykur, og sýran leysir upp glerungin, og þá kemst sýran og bakteríunar í tannbeinið sem undir glerungnum. Glerungurinn bara þunn himna utan tennurnar, og tannbeinið miklu linara heldur en glerungurinn, og þá skemmast nú tennurnar hratt. Eina ráði við þessu að bursta reglulega, minnstakosti 2 á dag, en við þurfum ekki bara að bursta tennurnar, heldur líka tannholdið, þar að segja skinnið í kringum tennurnar. Það allt í lagi að bursta oftar en 2, en það ekki gott að bursta of oft, því þá erum við bara að pússa niður glerunginu og getum eytt honum upp sjálf. Það ekki gott. Það sem vélinda kemur niður í magan svona lok, af því að í maganum sýra, maginn eins og þið munið varinn fyrir þessari sýru, en vélindað það bara alls ekki. Og ef að sýrugumsið hérna í maganum kemst upp í vélindað, þá finnum við til, því að þá fer sýran að éta upp vegginn á vélindanum, og þá fáum við eitthvað sem við kallum brjóstsveið, og það getur verið mjög óþægilegt. En það hægt að taka lyf til þess að minnka líkurnar á að þetta gerist og lækka sýrustigið hérna, þannig að við finnum ekki eins til þó að það komi pínlítið upp. En sumir eru bara hreinlega með bakflæði, þar sem að hluta matnum kemur bara aftur allalega upp í munn, og það þarf að kyngja aftur, og því getur fyllt svona brjóstsviði. Ef eitthvað óæskilegt berst hérna niður eins og bakteríur eða annað þess háttar, að þá vill líkaminn stundum bara losa sig við það, og þá þrýstist hann saman og ýtir gumsinu bara hreinlega út, og þá þurfum við að gubba.
þó það sé ekki þægilegt þá líður okkur nú samt stundum betur eftir að hafa losað okkur við eitthvað sem fór ofan í maga. Magaverkir geta orsakast af mörgum ástæðum, til dæmis út af að slímhúðin rofnar og magasýrurnar eða magasafinn kemst í frumuvegginn á maganum. Það er ekki þægilegt. Eins geta verið að vöðvar magans eða smáþarmana eitthvað að herpast saman. Svo getur þetta verið út af hreinlega bakteríusýkingum af ákveðnum tegundum. En oftast er það nú þannig að magaverkir ekkert endilega maganum sjálfum að kenna, heldur oftar í raun smáþarmunum eða sérstaklega ristlinum að kenna. En verkir í kviðnum teljum við oft bara að segja magaverk og við greinum ekkert oft vel hvaðan þetta kemur. En ef fólk er með magasár, þá er það yfirleitt út af bakteríusýkingu sem hægt að lækna með bara lyfjameðferð. En ef maður þarf að taka lyf út af einhverju, sérstaklega sýklalyf, þá drepa sýklalyfin alls konar bakteríur. Og það er nefnilega gríðarlegt magn af bakteríum í meltingarfærunum okkar, bæði góðar og slæmar. Og þessar góðu meira segja geta orðið slæmar ef þær verða of margar. En ef við tökum sýklalyf við þessu, þá drepa sýklalyfin bæði þessar góðu og þessar slæmu. Og við þurfum að bregðast við því með því til dæmis að borða apjumjólk eftir að við tekið mikið af sýklalyfum eða töflur sem heita acetophyllus, því þannig hjálpum við líkamannum að koma bakteríuflórunni af í samt lag. Það er að segja að þetta kemst þetta aftur í það lag sem það á að vera. Það eru mun fleiri sem eru of þungir í dag heldur en áður. Helsta orsökin á því, eða ástæðan, er að fólk borðar of mikið, sérilegi og mikinn sykur, mikið nammi og svona fínar kökur eins og við sjáum hér eða gos. Og ástæðan fyrir því að þetta er vont er að þeir sem eru of þungir, þeir eru líklegri til þess að fá til dæmis sykursýki og ýmsa hjartasjúkdóma. Og mættu líka hreyfa sig meira, þá minnka líkurnar á þessu. En fólk getur verið alls konar í útliti. Hérna sjáum við tvo félaga, annar er lítill og feitur og hinn hár og grannur. Við þurfum bara að sætta okkur við það hvernig við lítum út. Við gætum þurft að hreyfa okkur meira heldur en einhver annar og þá verðum við bara að gera það eða passa betur upp á hvað við borðum. Því það er mjög einstaklingsbundið hvað maturinn sest hratt utan á okkur. Og við þurfum bara að sætta okkur við þann líkama sem við höfum og vinna í því að halda honum við eins vel og við getum. Því við getum ekkert annað. Og þeir sem eru ósáttur við líkamann sinn, þeir geta farið að þróa með sér sjúkdóma eins og lystarstol eða anorexíu sem er átröskunar sjúkdómur. Þar sem að fólk er algjörlega sjúklega upptekið af hvernig það lítur út og hvað það er þungt. Það er ekki gott. Þá getur fólk jafnvel farið að upplifa að það sé ógeðslega feitt þó það sé orðið næstu því sjúklega og hættulega mjótt. Það getur verið bara hættulegt og fólk getur hreinlega dáið og hefur dáið. Frægt fólk meira að segja. Og ef maður er með lystarstól á háustígi þá getur maður farið að þróa með sér lotugræðgi eða búlimíu, en þá maður fann að kasta upp eftir máltíðir. En þetta er stór hættulegt fólk. Ef maður þekkir eitthvað sem maður telur að sé með þessa sjúkdóma eða maður telur að maður sé með þá sjálfur, þá þarf maður að leita til læknis strax. Því þetta er ekki mjög gott.